kom út í þetta af því mér langaði að gera ákveðna hluti í pólitík, ekki af því mér langaði til að vera eitthvað, skilji. Og ég fór ekki í pólitík bara til þess að vera hérna eða fá að heita eitthvað, skilji, heldur til þess að koma ákveðnum hlutum í framkvæmd og ég kem náttúrulega inn með hennan efnahagsmála bakgrunn en hefur þetta brennandi áhuga fullt á öðrum málum, velferðarmálum og öðrum þáttum í stjórn ríkisins. Hvaða ákveðnum hlutir er þetta sem að þér langaði til að koma í framkvæmd þegar þú fer inn í pólitík? Já, mér langaði til dæmis til þess að snúa við þeirri mýtu að það væri bara hægri sinnaðir einstaklingar sem að gætu haft stjórn á ríkisfjármálum og það að vera með velferðartaug, skilur, vilja lifa í samfélagi þar sem að velferðarkerfið er öflugt og sterkt, er ekki ósamrýmanlegt við ábyrgri efnahagsstjórn. Auðvitað breytist maður eitthvað og þú lærir heilmikið, skilur. Þú lærir á því, ég man eftir því ég byrjaði í þessu í kosningabaráttunni síðast. Þá var ég búin að vera í pólitík í nokkra mánuði því ég var orðin oddviti og ég fekk rosalega athygli í síðustu kosningabaráttu. Ég hafði aldrei gert þetta áður. Og ég hafði aldrei verið einhvern veginn svona mikið opinber manneskja og einhvern veginn allir að reyna að grafast fyrir allt sem ég hafði gert og eins og ótrúlega takk hann að hljóma, bara fyrir eitthvað mikill introvert, ég er mjög prívat persóna, þó ég auðvitað með að tala við fólk og mér líði vel í kringum fólk, þá er ég ekki með lífið mitt, ég veit ekki hvað ég fekk mér í morgunmat á Instagram, þú veist, ég lifi ekki þannig lífi og ég þurfti auðvitað að venjast svolítið því að fólk gerði tilkall til þess að vita bara allt hann. En ég hef reynt upp að, þú veist, bestu getu að vera ég sjálf, vegna þess að ég setti mér líka ákveð markmið því ég fór í þetta starf, að ég man eftir því ákveð að bjóðum fram og þá fólk sem sagði mig, bara hvernig dettur þetta í hug, skilju. Þetta er bara að fara í pólitík, þetta er eins og bara að fara í ljónagrifjuna, þú veist, þú munt fara þarna inn, verða geislavirk, skilju, allir munu sjá hvað þú ert, rugluð eitthvað svona, skilju, og þú munt aldrei fá að vinna eftir þetta. Og ég sagði bara sjálf mig, ég ætla bara að fara þarna inn og vera ég sjálf og og vera ána með það sem ég segi, ekki bara reyna að gera öllum til geðs, þannig að ég ætla ekki að vera í þessu eilífu og ég geta haldið í sjálf mig, sko. En það þýðir að stundum segir maður eitthvað sem fólk líkar ekki og maður þarf þá bara að díla við það. Ekki það sem er alvarlegast við þróunina undanförnum mánuðum og bara á kjörtímabili þessar ríkisstjórnar er að ríkisstjórnin í auknum mæli farin að stíga frá vandamálinu og láta eins og hafa ekkert með hann að gera. Og ég menna stjórnmálamenn og ríkisstjórn á aldrei að tala með þeim hætti að verðbólgan sé einhvern veginn bara óhjákvæmileg, hún verði að vera og það sé ekkert í því að gera. Vegna þess að mjög stór áhrifavaldur í þróuna verðbólgu eru verðbólguvæntingar og fólk kannski skilur ekkert algjörlega hvað það þýðir en það þýðir bara að þú byrjar að haga þér með mjög brengluðum hætti og ert alltaf að búast við því að verð fara að hækka. En við munum aldrei komast hjá því að eiga líka bara, þú veist, heiðarlega umræðum að skattar í eðli sínu, sama hvers eðlis þeir eru hagstjórnartæki. Og alveg eins og þú ert í dag, segjum svo þú væri að borga 200 krónur ári meira út af vaxtahækkunum. Þú einhvern veginn sættir þig við það, vegna þess að það er einhver maður í einhver húsi í Seðlabankanum sem tekur það ákvörðun. En ef ég myndi segja, ég ætla að hækka skatt á þau 200.000, þá er ég ömurleg og ógeðslega ósanngjörn. Já, við erum reyndar orðin frekar ósáttið kallinn hann í Seðlabankanum. Ég veit það, en punkturinn minn ég er ekki að segja mig langi til að hækka skatt á þig. Það sem ég bara segi að skattar eru hagstjórnartæki alveg eins og vextir eru hagstjórnartæki. Munurinn er að það eru með pólitískt kjörna aðila sem geta fundið þú hefur svigrúm, ekki þú, ég ætla að passa upp á þig á meðan að vextir eru þannig að það borgaðu allir sem skulda, oftast fólki í viðkvæmustu stöðunum og þetta elur á miklum ójöfnuði. Af því að Seðlabankinn bregst við ríkinu, segðu til. Þú veist, hagstjórnin er ríki og Seðlabanki og þetta gerir síðan vinnumarkaðurinn ýmislegt en þetta eru svona þessi tveir stóru aðalar sem við horfum oftast á og því minna sem ríki gerir til að hafa stjórn á verðbólgunni því meira þarf Seðlabankinn að gera. Þannig að þegar ríkisstjórnin lætur eins og það komi þeim ekki við að vextir hafi ekki verið hækkaðir, það er áfellisdómur á ríkisstjórnina. Þannig að Ásgeir Jónsson og Seðlabankinn er bara að segja, það er ekki nóg að gert. Hann hefur kannski einhverja persónlega, meira sem faglega skoðun á því að þau hefðu átt að gera þetta með öðrum hætti. En hann getur ekkert tjáð sig það. Hans hlutverk er bara að stíga fram og segja, við munum standa vaktina, þau getur trúa því að við munum ekki lækka vexti
fyrir en að þenslan lækkar í hagkerfinu. Þú veist, það er svo ofbáslega klókt hjá þeim að láta allar rífast Ásgeir Jónsson, skilji. Þú veist, hann bara að sinna sínu lögbundna hlutverki. Ég hafði skoðanir og fólk getur flett upp viðtölum með mig áður en að ég fór í pólitík á vaxtastefninu áður. Þú veist, mér fannst þau lækka vexti allt og hratt, allt og mikið. Þá var mjög vinsælt og Bjarni fór í kosningabaráttu síðast að tala að hann hefði lækkað vextina eiginlega. Hann kom að lágvaxta umhverfi. Svo þeir eru háir, þá er það Ásgeir að kenna. En tökum til dæmis 2 skilaboð sem kom frá Seðlabankastjóra núna nýlega, sem var frekar nýtt, vegna þess að hann hafði áður ekki tjáð sig það. Að verðbólgan væri einhvern veginn fastar í sessun þau hefði áður átt að sig á, meðal annars út af því að áhrifin af Grindavíkuraðgerðunum hefði verið meiri en upphaflega var trúað og áhrifin af kjarasamningspakkanum frá ríkisstjórninni. Það er bara hægt að fara á alþingi.is og flatta upp fjöldan allar að ræðum sem að ég hélt og viðtölum sem ég farið í þar sem ég gerði athugasemdir við að þessar aðgerðir væri ófjármagnaðar. Og sko, pólitíkin, þú kýst fólk til þess að taka erfiðar ákvarðanir fyrir hönd samfélagsins. Þess að hver og einn auðvitað bara eðlilega hugsa sjálfa sig og sína stöðu og tökum Grindavík sem dæmi. Það er allir Íslendingar sammála því að við ætlum að standa með Grindvíkingum. En hvað þýðir það fyrir þig sem forystumenn í stjórnmálum þegar þú segir við þjóðina við þurfum að standa með Grindavík? Það þýðir að þessi kostnaður verður borinn af þjóðinni í heild sinni. Já, þú þarf þá að segja líka einhvern veginn, við ætlum að ná í þetta með því að auka skatta á sjávarútveginn eða... Þú þarft að segja hvernig þú ætlar að fjármagna þetta, skilur við. Og að því ef að þú fjármagnar þetta ekki, þá fjármagnar þetta sig sjálft með öðrum hætti. Það er ekkert til sem heitir frýr hádegisverður, eins og ég segi hagfræðinni, og það sem hefur gerst er... Og there's no such thing as an unbalanced budget. Það er alltaf, við borgum alltaf fyrir þetta. Það er alltaf einhver sem borgar og það sem hefur gerst til dæmis með Grindavíkuraðgerðirnar, sem er að bitna líka á Grindvíkingum, er að af því að það var ekki pólitísk forysta til að sækja fjármagn, stundum á óvinsæla staði, kannski að láta eitthvað í millistétt borga auka 5.000 kall á mánuði í nokkra mánuði til þess að standa undir þessu líka, þó að efristéttinu auðvitað líka borgað og kannski 10.000 kall, veit ég hvað ég meina? Þetta snýst bara hvar þú dregur línuna. Þá fengum við verðbólgu í staðinn og við fengum háa vext í staðinn. Og fólk sem er viðkvæmtur verðbólgu og vöxtum, meðlans Grindvíkingar sem að þurfa kannski að taka viðbótarlán til að komast aftur inn á mjög dýran markað, er að fá þetta í fangið.